brúarhlaupið fer fram á Laugardagleikt og við komum inn á hérna áðan við Guðjón Bjarni og sagði ykkur líka þá að við ætlum að forvitnast örlítið betur þetta hlaup og Helgi S. Haraldsson á línunni hjá mér, góðan daginn. Já, komdu sæl og blessuð. Já, þetta í hvað skiptir verið að halda þetta hlaup, veistu það? Já, það var fyrst haldið 1991, ætla að sé þá ekki 20. og hvað, 7. skipti. Það er allavega búið að festa sig vel í sessi. Já, það er bara búið að halda það óslítið síðan það var gert þarna í 1. skipti. Já, nákvæmlega. En þetta er haldið á Laugardag og það er keppt í hvað, 800 metra? Já, það er 800 metra sprotanhlaup, það er svona fyrir yngstu krakkarna sem að fá vera með og það er bara hringur í hringum miðbæjargarði. Já. Síðan er 5 og 10 km hlaup og 2,8 km skemmtiskokk. Já. Og síðan 5 km skemmtihjólur eða svona fyrir þá sem að vilja hjóla frekar en að labba. Já, en skemmtilegt. Er það fyrsta skipti sem viðbót eða? Nei, það hefur verið áður. Það hefur verið áður? Þannig að þetta eru eiginlega þess að vegalengdir hafa allar verið frá upphafi, nema sprotanhlaupið er nýjung hjá okkur, er núna í 3. skipti og er svona, eins og ég segi, fyrir allra yngstu krakkarna sem að langar að vera með í þessum hátíðarhöldum og fá sín sprota ból og hlaupa eitthvað. Já, en þið eru með skráningar í gangi núna, svona forskráningar og það er þetta að skrá inn með svona fjölskylduskráningu? Já, við erum með forskráningu í gangi á hlaupasíðinu hlaup.is og hún er í gildi til, opin til 4 á föstudaginn. Og það er hægt að fá fjölskylduafslátt, þannig að ef það er stór fjölskylda þá er ekki verið að rukka alla. Já. En síðan er hægt fyrir það svona sem að vilja vera á síðustu stundu, eins og ég segi. Þá er hægt að skrá sig bara frá 9 á laugardagsmorgnum við Landsbankann, alveg fram að hlaupi. Já. Og það er sem sagt þessar tímasetningar, hlaupar eru 10 km hlaup, hvað frá 11:30 á Ölfusárbrú? Já, fyrsta startið, það sem byrjar er klukkan 11, það eru hjólreiðarnar og þær fara undir brúna, það eru restar fyrir aftan krónuna og síðan er klukkan 11:30, þá fara að stað á sama tíma og 10 km og 2,8 km skemmtiskokk. Skemmtiskokki fyrir að stað á miðbæjargarðinum en 10 km hlauparnir þeir byrja fyrir utan á eins og við köllum og hlaupa yfir brúna og svo 10 km hringinn í bænum. Já. Og svo eru klukkan 12 þá fara 5 km hlauparnir að stað og þeir hlaupa undir brúna samvelega hjólreiðarmennir fóru. Þetta er nú allt saman mjög vel merktar leiðir hef ég nú alveg tekið eftir. Já, við fyrir nokkrum árum og það er nú gamla að segja frá því að fyrir nokkrum árum þá og þegar við byrjum þá var nú þetta til að ná þessum lengri vegalengdum og þá vorum við með hálfmaraþon líka. Þá var hlaupi hérna niður Eyrarbakkaveginn, áttina Eyrarbakka og svo hérna upp á Selfoss aftur. Og síðan seinna meir þá færðum við okkur yfir á Golfabæjarveginn hérna hjá Bónus og þar. En fyrir nokkrum árum þá ákváðum við að færa þetta inn í bæinn og kannski bæði vegna þess að stígakerfið okkar eru svo frábært inn í bænum að þetta ná góðum hringu og göngustígum og lítið á götunum. En ekki síður bara því að umferðin var orðið svo mikil að við lögðum ekki orðið í það að hleypa öllu þessu fólki út á hálfgerða þjóðvegi. Nei, ég skil það. En þetta líka var til þess að bæjarbúar sjálfur eru fættur að taka svona aðeins þátt í þessu öllu saman og eru með svona stöðvar hér og þar. Já. Já. Þegar þeir hlaupa fram hjá þeirra götu eða húsi og við erum með smá keppni í gangi milli hérna krakna um það hverju hvetja best og spurt hlaupara þegar við komum í mark hvernig þeir hafi upplifað það og það hefur myndast ágætis stemming í að heilu göturnar hafi komið út af hlaupabrautinu og hvert hlauparinn að buglega áfram og við svo sannarlega viljum sjá það áfram og hvetjum íbúan til að gera það því að hlauparinn finnst þetta alveg ákaflega skemmtilegt að það sé verið að hvetja og hinga og hanga á hringnum sem þeir eru að hlaupa. Jú, nákvæmlega, en svo hefur ýmislegt verið svona drykkjarkyns í boði líka og ekki endilega í formi vass. Nei, það er ákveðin aðalega. Ég veit að hlauparinn hefur komið marka þeir
eigi heimboð þegar við aftakkaða meðan á hlaupinu stóði en þeir vilja eftirlega koma þegar þessi búi. Nákvæmlega. Þannig að þetta virkilega skemmtilegt að fólk svona taki þátt í þessu og þessari hátíð, þó að það taki ekki beint þátt með því að hlaupa eða hjóla, en það hvetji hinn áfram sem leggja þetta á sig að hlaupa þetta og taka þátt. Jú, en svo erum við hérna flokkaskiptingu þarna í 10 km hlaupinu og þeir eru með verðlaunapeninga fyrir 1. til 3. sæti í hverjum aldursflokki og það er tímataka eða ekki á þessu öllu saman? Jú, það er raun og veru, við sem sagt erum alltaf að reyna að þróa okkur og það er ennú bara þannig að það er orðið mikil samkeppni í þessum hlaupabransa og það sprettur upp alltaf ný og ný hlaup en við höfum alltaf tíð reynd að hafa fagmennskuna að leiðarljósi og þess vegna fáum við sér til þess skipaða mælingamenn sem eru viðurkenndir til þess að mæla hlaupaleiðirnar ef þeir með eitthvað breytt, að það sé löggilt, að það sé akkurat rétt vegalengd. Og síðan undanfarin ár þá höfum við farið út í þessar svokölluðu flögur, þannig að hver og einn hlaupari fær flögur sem mann spennir öklan á sér og tekur umverulega tíman þegar að fara yfir upphafslínu og endalínu. Já, sniðugt. Já. Og svo býður sveitarfélagi öllum hlaupurum þeir sem taka þátt í frítt í Sund á eftir? Já, þá er bara, ef maður vilja skóla sér til hlaupið, þá er bara að framvísa númerinu í Sundhöllinu okkar og þá getur maður skólað af sér og síðan raun og veru verðlaunafveiting klukkan 1:30 í garðinum og þá eiga allir að vera komnir í mark og búin að geta skólað hans af sér og anda aðeins og þá tökum við til við að veita verðlaunir og viðurkenningar og fyrir þá sem að standa sér best. En síðan meðan á hlaupinu stendur reyndar það náttúrulega fá allir þátttökupenning fyrir að hafa tekið þátt og ból eða vilja og síðan erum við með útdráttarverðlaun sem að við drögum út svona reglulega þegar að fólk er að koma í mark og það hefur verið svolítið skemmtilegt. Við höfum svona verið að leita til fyrirtækja og aðra á svæðinu að gefa okkur þessi útdráttarverðlaun og það hefur einhvern veginn þróast þannig að við höfum verið að fókusa á það að kynna eina gæsalappa heimafyrirtækin og þetta hafa oft verið veitingahúsin og gisti og hótelin og annað þýlun þannig að fólk kannski erindi til að koma tilbaka til að fara út að borða eða gista eitthvað staðar eina nótt. Það er nú ekki ónýtt. Já. En já, það eru gaman að fylgjast með þessu, það mun við vel að laugardag samkvæmt við spá allavega eins og hún lítur út í dag, þannig að þetta er bara tilhlökkun. Já, og það er nú svo skemmtilegt, við náttúrulega fyrir 3 árum þá breyttum við þessu dagsetningun á brúarhlaupinu, við vorum alltaf fyrstu helgin í september og höfum verið það alltaf á upphafi og við svona orðum var við það var nú kannski svona meiri veðrabreytingar á þeim tíma og svo ákváðum við að taka tíma að fara inn í sumar og Selfossi og þessa hátíð sem er næstu helgi og það hefur virkilega tekist vel og er bara einhver enn fjölbreytnin á þessum degi og þessari helgi og það er svo magnað að alveg síðan að við gerðum það þá hefur bara alltaf verið svona blíða. Já. Og við vonum bara að það verði áfram. Þið haldið ykkur þessum stað. Já. En Helgi, gaman að heyra í þér og gangi ykkur vel í undirbúningi fyrir hlaupið. Já, takk fyrir það og bara hvetjum alla til að taka þátt á einn annan hátt. Algjörlega, takk hérlega fyrir. Já, bless. Brúarhlaupið fer fram á laugardagleikt og við komum inn á hérna áðan við Guðjón Bjarni og sagði ykkur líka þá að við ætlum að forvitnast örlítið betur þetta hlaup og Helgi Haraldsson er á línunni hjá mér. Góðan daginn. Já, komdu sæl og blessuð. Já, þetta er, í hvað skiptir við að halda þetta hlaup? Veistu það? Já, það var fyrst haldið 1991, ætla að sé þá ekki 20. og hvað, 7. skipti. Þetta er allavega búið að festa sig vel í sessi. Já, það er bara búið að halda það óslítið síðan það var gert þarna í 1. skipti. Já, nákvæmlega. En þetta er haldið á laugardag og það er keppt í hvað, 800 metra? Já, það er 800 metra sprotanhlaup, það er svona fyrir yngstu krakkarna sem að fá vera með og það er bara hringur í kringum miðbæjargarði. Já. Síðan er 5 og 10 km hlaup og 2,8 km skemmtiskokk. Já. Og síðan 5 km skemmtihjólur eða svona fyrir þá sem að vilja hjóla frekar en að labba. Já, skemmtilegt. Er það fyrsta skipti sem það er sem viðbót eða? Nei, það hefur verið áður. Það hefur verið áður? Þannig að þetta eru eiginlega þess að vegalengdir hafa allar verið frá upphafi nema sprotahlaupið er nýjung hjá okkur í 3. skipti og er svona, eins og ég segi, fyrir allar yngstu krakkarna sem að langar að vera með í þessum hátíðarhöldum og fá sín sprota ból og hlaupa eitthvað. Já.
En þið eru með skráningar í gangi núna, svona forskráningar og það er hægt að skrá inn með svona fjölskylduskráningu? Já, við erum með forskráningu í gangi á hlaupasíðinu hlaup.is og það hún er í gildi til, opin til 4 á föstudaginn og það er hægt að fá fjölskylduafslátt, þannig að ef það er stór fjölskylda þá er ekki verið að rukka alla. Já. En síðan er hægt fyrir það svona sem að vilja vera á síðustu stundu, eins og ég segi, þá er hægt að skrá sig bara frá 9 á laugardagsmorgnum við Landsbankann, alveg fram að hlaupi. Já, og það er sem sagt þessar tímasetningar, hlaupar eru 10 km hlaup, hvað frá 11:30 á Ölfusárbrú? Já, fyrsta startið, það sem byrjar er klukkan 11, það eru hjólreiðarnar og þær fara undir brúna, eru restar fyrir aftan krónuna og síðan er klukkan 11:30, þá fara að stað á sama tíma og 10 km og 2,8 km skemmtiskokk. Skemmtiskokki fyrir að stað á miðbæjargarðinum en 10 km hlauparnir þeim byrja fyrir utan á eins og við köllum og hlaupa yfir brúna og svo 10 km hringinn í bænum. Já. Og svo eru klukkan 12 þá fara 5 km hlauparnir af stað og þeir hlaupa undir brúna sömulega hjólreiðarmennirnir fóru. Þetta er nú allt saman mjög vel merktar leiðir hef ég nálega tekið eftir. Já, við fyrir nokkrum árum og það er nú gaman að segja frá því að fyrir nokkrum árum þá og þegar við byrjum þá var nú þetta til að ná þessum lengri vegalengdum og þá vorum við með hálfmarathon líka. Þá var hlaupi hérna niður Eyrarbakkaveginn áttina Eyrarbakka og svo hérna upp á Selfoss aftur og síðan seinna meir þá færðum við okkur yfir á Gaulverjabæjarveginn hérna hjá Bónus og þar. En fyrir nokkrum árum þá ákváðum við að færa þetta inn í bæinn og kannski bæði vegna þess að stígakerfið okkar eru svo frábært inn í bænum að þetta ná góðum hringu og göngustígum og lítið á götunum. En ekki síður bara því að umferðin var orðið svo mikil að við lögðum ekki orðið í það að hleypa öllu þessu fólki út á hálfgerða þjóðvegi. Nei, ég skil það. En þetta líka var til þess að bæjarbúar sjálfur eru fættir að taka svona státt í þessu öllu saman og eru með svona stöðvar hér og þar. Já. Þegar þeir hlaupa fram hjá þeirra götu eða húsi og við erum með smá keppni í gangi milli krakna um það hverju hvetja best og spurt hlaupara þegar við komum í mark hvernig þeir hafi upplifað það og það hefur myndast ágætis stemming í að heilu göturnar hafi komið út af hlaupabrautinu og hvert hlauparinn að buglega áfram og við svo sannarlega viljum sjá það áfram og hvetjum íbúan til að gera það því að hlauparinn finnst þetta alveg ákvæmlega skemmtilegt að það sé verið að hvetja og hinga og hanga á hringnum sem þeir eru að hlaupa. Jú, nákvæmlega, en svo hefur ýmislegt verið svona drykkjarkyns í boði líka og ekkert endilega í formi vass. Nei, það er ákveðin aðalega. Ég veit að hlaupurum hefur komið marka þeir eigi heimboð þeir hafið aftakkað meðan á hlaupinu stóði en þeir vilja eftirlega koma þegar þessi búi. Nákvæmlega. Þannig að þetta er virkilega skemmtilegt að fólk svona taki þátt í þessu og þessari hátíð þó að það taki ekki beint þátt með því að hlaupa eða hjóla en það hveti hinn áfram sem leggja þetta á sig að hlaupa þetta og taka þátt. Jú, en svo eru með flokkaskiptingu í 10 km hlaupinu og þeir eru með verðlaunapeninga fyrir 1. til 3. sæti í hverjum aldursflokki og það er tímataka eða ekki á þessu öllu saman? Jú. Það er raun og veru, við erum alltaf að reyna að þróa okkur og það er ennú bara þannig að það er orðið mikil samkeppni í þessum hlaupabransa og það sprett upp alltaf ný og ný hlaup en við höfum alltaf tíð reynda að hafa fagmennskuna að leiðarljósi og þess vegna fáum við sér til þess skipaða mælingamenn sem eru viðurkenndir til þess að mæla hlaupaleiðirnar ef þeir eru með eitthvað breytt að það sé löggilt, að það sé akkurat rétt vegalengd. Og síðan undanfarin ár þá höfum við farið út í þessar svokölluðu flögur þannig að hver og einn hlaupari fær flögur sem mann spennir öklan á sér og tekur umverulega tíman þegar það fara yfir uppáslínu og endalínu. Já, sniðugt. Já. Og svo býður sveitarfélagi öllum hlaupurum þeim sem taka þátt í frítt í Sunda eftir? Já, þá er bara, ef maður vilja skóla sér til hlaupið þá er bara að framvísa númerinu í Sundhöllinu okkar og þá getur maður skólað af sér og síðan raun og veru
verðlaunaafhending klukkan 1:30 í garðinum og þá eiga allir að vera komnir í mark og búin að geta skóla aðeins af sér og anda aðeins og þá tökum við til við að veita verðlaunir og viðurkenningar og fyrir þá sem að standa sér best. En síðan meðan á hlaupinu stendur reyndar það náttúrulega fá allir þátttökupenning fyrir að hafa tekið þátt og bóliði vilja og síðan erum við með útdráttarverðlaun sem að við drögum út svona reglulega þegar að fólk að koma í mark og það hefur verið svolítið skemmtilegt. Við höfum svona verið að leita til fyrirtækja og aðra á svæðinu að gefa okkur þessi útdráttarverðlaun og það hefur einhvern veginn þróast þannig að við höfum verið að fókusa á það að kynna innan gæsalappa heimafyrirtækin og þetta hafa oft verið veitingahúsin og gisti og hótelin og annað þínu þannig að fólk kannski erindi til að koma tilbaka til að fara út að borða eða gista eitthvað þar innan nótt. Það er nú ekki ónýtt. Já. En já, það eru gaman að fylgjast með þessu, það mun viðra vel að laugardaginn samkvæmt veðurspá allavega eins og hún lítur út í dag, þannig að þetta er bara tilhlökkun. Já, og það er nú svo skemmtilegt, við náttúrulega fyrir 3 árum þá breyttum við þessu dagsetninguna á brúarhlaupunni, við vorum alltaf fyrstu helgin í september og höfum verið það alltaf á upphafi og við svona orðið var við það var nú kannski svona meiri veðrabreytingar á þeim tíma og svo ákváðum við að taka tíminn að fara inn í sumar og Selfossi og þessa hátíð sem er næstu helgi og það hefur virkilega tekist vel og bara einhverja enn fjölbreytnina á þessum degi og þessari helgi og það er svo magnað að alveg síðan að við gerðum það að þá hefur bara alltaf verið svona blíða. Já. Og við vonum bara að það verði áfram. Þið haldið ykkur þessum stað. Já. En Helgi, gaman að heyra í þér og gangi ykkur vel í undirbúningi fyrir hlaupið. Já, takk fyrir það og bara hvetjum alla til að taka þátt á einn annan hátt. Algjörlega, takk hérlega fyrir. Já, bless.